Smárakirkju viljum elska alla og þjóna öllum. Vertu því velkomin á samkomu í dag. Góðan og blessaðan daginn. Nú eru 60 sekúndur eftir í samkomu og við viljum hvetja þig að deila fagnaðaröfundum Jesú Krist til einhvers sem þarf á að halda í dag. Nýttu tækifærið og vertu blessuð. And you've turned my sorrow to joy. You have turned my whole life around, and I thank you, Lord. Yeah, you have turned my mourning to dance, and you've
My sorrow to joy you have turned. My whole life around, and I thank you. And I think you have turned. You have turned. My mourning to dancing you turned. My sorrow to joy you have turned. My whole life around, and I thank you. Turn it around. Open the windows of heaven and pour out a blessing and overflow. Turn it around. Open the windows of heaven, pour out a blessing. Sing it up. Open the windows of heaven and pour out a blessing and overflow. Turn it around. Open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Velkomin að samkoma í dag. Verðum með okkur að lofa Guð. Er allir tilbúinir að lofa Drottinn með okkur í dag og taka á móti Jesú, halleluja! It fills my soul, the love that you've shown brings refreshing like the rain and peace. It floods my heart. I know nothing apart from your goodness, God. You are glorious, and you are holy, holy. The heavens shout, you are worthy, worthy. Your love, it frees my soul, and fear has no hold. For you have broken the chains and knocked down. It feels my life, your spirit, your life. I'm undone by the kindness of Christ. You are glorious, you are holy, holy. The heavens shout, you are worthy, worthy. And my soul cries out, you are holy, holy. The nations shout, you are worthy, worthy. At the sound of your praise, the heavens will shake and the earth will move. And at the sound of your praise, the heavens will shake and the earth will move. Oh, at the sound of your praise, the heavens will shake and the earth will move. Oh, at the sound of our praise, the heavens will shake and the earth will move. You are glorious, you are holy,
Góðan daginn Smárakirkja og þið önnur sem eruð að horfa. Velkomin á samkomu hjá okkur. Við ætlum að lofa Guð svo venjulega og heyra Guðs orð. Og það er eitt í viðbót sem við ætlum að gera líka í dag. Við ætlum að brjóta brauðið saman. Þannig að ef þið sem heim eruð viljið taka þátt í brotningu brauðsins, þá hvet ég ykkur til þess að ná í brauð og djús fyrir ykkur, hafa við hendina á eftir. Og við ætlum að eiga þessa dásalegu stund saman núna á aðventunni. Og við skulum biðja saman og leggja þetta áframhaldandi í Guðs hendur. Faðir minn, við þökkum fyrir mig og safna saman. Jafnvel þó við séum bara hvert heima sér Drottinn minn til að safna saman við skjáinn, kringum þig, um þitt orð, anda þinn og tilbeiðslu til þín. Og við leggjum okkur í þínar hendur, leggjum líf okkar allt í þínar hendur og við viljum lofa þig og tigna þig með líf okkar. Í Jesú nafni. Amen. Nú höldum við áfram. Sound like now.
If my heart is overwhelmed and I cannot hear your voice, I hold on to what is true, though I cannot see. If the storms of life they come and the road ahead gets steep, I will lift these hands in faith. I will believe. I remind myself of all that you've done and the life I have because of your Son. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out, remind my soul, I am yours. I am forever yours. When my heart is filled with hope and every promise comes my way, when I feel your hands of grace rest upon me, staying desperate for you, God, staying humble at your feet, I will lift these hands in praise. I will believe. I remind myself of all that you've done and the life I have because of your Son. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out, remind my soul, I am yours. I am forever yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out, remind my soul, I am yours. I am forever yours. I am yours. I am yours for all my days. Jesus, I am yours. I am yours. I am yours all my days. Jesus, I am yours. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I sing out, remind my soul, I am yours. I am forever yours. Dásalegt að syngja Drottni lof og yndislegt að kveikja á kertunum saman svona á aðvendunni. Og núna fasti liður eins og venjulega hjá okkur að taka samskott og á skjánum sjáum þið reikningsupplýsingar og við biðjum Guðs blessun yfir ykkur öll og ef þið treystið ykkur og viljið taka þátt í samskottun okkar þá hvetjum ykkur til þess að nýta ykkur þessar upplýsingar þarna eru en Guð geymi ykkur og þakka ykkur innilega. Ég þarfnast þín meir en í gær, ég þarfnast þín meir en orð fá
lýst ég þarfnast þín. Því mest af öllu þín ást til mín. Þín ást til mín. Ég þarfnast þín. Meir en í gær ég þarfnast þín. Meir en orð fá lýst ég þarfnast þín. Því mest af öllu þín ást til mín. Þín ást til mín. Á þín eilífa bæ. Þú ert konungur hjarta míns. Drottinn þú ert mikil. Jesús mér allt, já drottinn að eilífu. Ég ganga við þér við hlið. Ég vil aldrei snúa aftur til míns gamla lífs. Ég þarfnast þín. Og meir en í gær ég þarfnast þín. Meir en orð fá lýst ég þarfnast þín. Því mest af öllu þín ást til mín. Ó, þín ást til mín. Ég elska þig svo heitt. Ég elska þig svo heitt. Ég elska þig svo heitt. Og ég elska þig svo heitt. Ég elska þig svo heitt. Ég elska þig svo Takk fyrir allt sem þú hefur gert fyrir mig, Drottinn. Þú ert ástæðan fyrir því að ég hér, Drottinn, og þau syng þér lof. Ég elska þig svo heitt. 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 Það kom þessi yndislega tónlistafólki okkar, lofgjörðina. Við kallum þetta húsbandið okkar, af því við vitum ekki hvað annað við að kalla það. Þetta er náttúrulega listamenn bara, það er ekkert öðruvísi. Og við erum blessuð að hafa þau í húsinu. Við ætlum að byrja á því, elsku vinir, að brjóta brauðið saman. Áður við heyrum aðeins úr Guðs orði.
Þannig að þið sem eru hér í salnum örfáu, það hérna aftast, eða getur fengið ykkur þar djús og brauð. Þið sem eru heima, eru kannski komið með þetta í ykkar hendur. Og þetta tákgrænt upp á Jesús fyrsta lagi. Jesús sagði okkur að gera þetta, að brjóta brauðið, blessa brauðið, blessa vínið eða djúsin okkar og meðtaka það sem líkama hans og sem blóð hans. Og það það sem við gerum. Vegna þess í líkamanum sem fór á krossin, þar tók hann alla okkar synd og taktu vel eftir alla okkar sjúkdóma. Þannig að þegar við neitum af, þá erum við að minna okkur á að hann dó fyrir okkur anda, sál og líkama. Faðir minn, við blessum brauðið, við blessum það og við meðtökum þessum líkama þinn og þökkum fyrir það að í þínu líkama er lækning og lausn fyrir allt okkar líf. Fyrir þínar benjar erum við heilbrigð. Svo við brjótum það í Jesú nafni og tökum af. Sama máta þá tökum við bikarinn og þökkum fyrir blóð þitt sem var útelt á krossi fyrir okkur. Og fyrir blóð þitt erum við réttlætt. Fyrir blóð þitt eigum við eilíft líf. Og í blóðu þínu er nýji sáttmáli ritaður. Og við tilheyrum þér. Og öll þín loforð eru já og amen, innsigluð í blóðu þínu. Við blessum það og meðtökum í Jesú nafni. Skulum bergja af. Drottinn, ég bið fyrir hverjum og einum sem er með okkur hér í dag, hvar sem er niðurkomin eða hún. Biðum fyrir fjölskyldunum, biðum blessun, varðveislu, núna á aðventinu, inn í jólaháttíðin og nýja árið. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk fyrir þetta, elskurnar. Það er gott að geta tekið þetta saman. Treyst Guði. Það er svo stórkostlegt að í honum er lækningin fyrir okkur öll. Lækningin fyrir and okkar, sál og líkama. Anda, sál og líkama. Fyrir manneskjuna í heild. Hann kom til að frelsa okkur og gera okkur heil. Og nú er aðvendan. Þessi falli tími fram að jólaháttíðinni. Jólin nálgast hratt. Kristin hátíð. Svo sannarlega. Bæði aðvendan og jólin sjálf. Þetta er hlut af okkar samfélagi. Það er búið að ræða það fram og tilbaka núna út á COVID með það sem að heilbrigðiseftirlitið kölluðu jólakúlurnar, hve marga við megum hafa hjá okkur hátíðarnar. Þetta er það stór hluti af líf okkar og menningu okkar og hefð okkar að þetta er algjörlega hluti af okkur hvort sem við trúum eða ekki. Þá halda lang flestir jól á einhvern hátt. Nýlega var gerð könnun og Sigurbjörg vitnaði í þessa könnun síðasta sunnudag og fjallaði aðeins hana frá Maskínu trúarlíf Íslendinga. Og ég ætla aðeins að taka upp þráðinn aftur því að það er svolítið merkilegt og mikilvægt fyrir okkur að skoða þessa þætti, þessa niðurstöðu, hvaða þróun á sér stað í íslensku samfélagi og ekki síst núna þegar við erum að ganga inn í og erum gengin inn í aðventuna og fólk er að kveikja jólaljós heima hjá sér, fólk er að kveikja aðventu kertum heima hjá sér og fólk er að halda jólin heilög og samt er ákveðin þróun sem að skoðanakönnunin sýnir sem að við þurfum að skoða svolítið vel. Og hún er þessi, að því að trúin virðist nefnilega vera hverfandi. Ekki hefðin, ekki venjurnar, en trúin. Í þessar skoðanakönnun kemur fram að trúuðum fækkar úr 46,6% niður í 41,6%.
Þannig að það ekki einu sinni helmingur þjóðarinnar samkvæmt þessari könnun sem telur sig trúað fólk eða trúað einstaklinga. Þeir sem eru ekki trúaðir, þeim fjölgar úr 30% upp í 36,1%. Þannig að þeim sá hópur sem segir ég trúi ekki á Guð, og það getur verið bara hreinlega þau trú ekki á hann, það getur verið að sé ekki vissum hann eða eitthvað slíkt, en þau trú ekki á hann. Og sá hópur fer stækkandi og þeir sem trúa, þeim fer fjölgandi. Þessar breytingar áttu sér stað á 5 árum. Við 5 ára tímabil, því að síðasta könnun var gerð fyrir 5 árum síðan, þá hefur þetta breyst svona mikið. Flestir sem eru ekki trúaðir eru á aldrinum 18 til 39 ára. Flestir sem eru ekki trúaðir er yngra fólkið. Trúin eykst með eldri kynslóðinni. Og ég held að öll okkar geti átt okkur á því af hverju það er. Það sá stóru hluta sá bakgrunnur og það uppeldi og það líf sem við komum frá með úr æskunni þegar þetta var enn meira við líði og gilti meira heldur en gerir í dag. Unga fólk í dag hins vegar fer að miss við það kannski, elst ekki upp við á sama hátt og á því ekki trú. Svo er annar merkileg niðurstaða sem kom í þessari könnun. Trúleysið eykst með aukinni menntun. Og hvað segir það okkur? Það segir okkur, sumir myndu segja því upplýstari sem þú ert, því augljósara það Guður ekki til. Ég myndi orða þessa túlkun öðruvísi. Ég myndi segja því menntaður og upplýstari sem þú er í menntafarveginum, því meira leggur traustið á vísindi og heimspekilega lausni frekar heldur en trúna. Og það það sem að gerast í heiminum. Þetta allt merkilega niðurstöður, en það sem ég ætlaði raunverulega að tala voru tölur sem eru hvað athyglisverðastar í þessari könnun, og þær eru þessar. Hvort sem þú trúir á Guð eða ekki, þá eru 61,4% þjóðarinnar sem samþykkja og játa kristna trú. Þetta ekki það endilega að þau játi trú á Guð eða jafnvel að þau trúi því að Kristur hafi verið til, en þau trúa á siðaboðskap, á gildi kristinna trúar. Og þau gildi og sá boðskapur náttúrulega gegnumsýrir íslenskt þjóðfélag. En landslag kristninnar að breytast. Ekki bara hér á Íslandi, þetta út allan heim. Meira segja Bandaríkjamennirnir sem hafa nú verið þekktasti fyrir, hvað þekktasti fyrir svona evangeliska hóp og mikla og sterka trúarhefð, það sama þróun í gangi. Og það eru margir sem hafa snúið baki við trúnni. Og þegar það skoðað, á hverju snýr fólk baki við trúnni, þá er ástæðan oft svo að sá kristindómur sem þau allavega þekkja, það sem þau hafa alist upp við, það sem þau hafa heyrt, það sem þau hafa smakkað af þessum kristindómi, hann einfaldlega hvorki nógu spennandi, né nógu trúverðugur til að helga sig þessum boðskap. Þetta svolítið athyglisvert. Þess vegna má segja það, og þetta eru fræðimennirnir og sammála að við erum að ganga inn í, allavega hér í vestræna heimi, inn í það sem kallaði post-kristnir tímar eða eftir kristnir tímar. Áður en við segjum bara, auðvitað það kristni ennþá, já, en þá ætlum við að lesa skilgreiningu hvað þetta þýðir. Og ég held að við séum á þessum stað nefnilega, eða allavega ef við erum ekki komin á góður og hraðri leiðangað. Post-kristið samfélag hefur verið skilgreind á þennan hátt meðal annars. Það ekki samfélag þar sem efahyggja og vantrú ræður ríkjum sem grundvallar afstaða til lífsins. Það samfélag sem á rætur sínar í kristni, sögu sína á menningu og hefðir í kristni, en það samfélag þar sem trúnni á kjarna kristninnar hefur verið hafnað eða hún hefur gleymst. Þetta skýrir að við göngum inn í aðvendinu eins og ekkert sé, þó við trúum ekki á Guð. Við göngum inn í jólahátíðina þó ekkert sé, þó við trúum alltaf að Jesús hafi verið til. Þetta skýrir það að þjóðfélagið
sem á þessa kristna menningararf, á þessa kristnu hefðir og þessa kristnu venjir, það stór hlut af líf okkar allra, menning okkar og sögu og líf okkar og við slítum það ekki frá okkur. Hins vegar einhvað í kristninni, og ég held persónulega að það sé, með ég skrifa þetta og ég kem aðeins það eftir, á kirkjun okkar, þá ég ekki að tala bara lútersku kirkjunni, ég að tala alla kristna kirkjur á Íslandi og kristna kirkjur í hinum vestræna heimi. Það hvernig við höfum boðað, hvernig við höfum sýnt, hvernig við höfum komið Kristi, svo má orðið komast, á framfæri. Af hverju efast fólk? Vitið hvað, að trúariðkunin sem þetta fólk þekkir, þeim finnst það ekki spennandi. Og þau finna í heimspekinni, í vísindunum, í annars konar íhugun og ferðalagi, andlegu ferðalagi, þar finna þau hluti sem þau hafa farið að misuð ekki fundið í kristendómnum af einhverju ástæðu. Hafa ber í huga að nánast allir sem á þessu ferðalagi eru ekki að leita endilega sannleikanum. Þau eru að leita hamingjunni. Ég segi þú finnur sannleikan og finnur hamingjuna, en það ekki endið því að það svona afstæðis ekki í gangi. Það eitt rétt fyrir þennan og annað rétt fyrir hinn og svo framvegis og þetta ber alltaf sama brunni, þetta gengur út að gera okkur hamingjusum. Þannig að þjóðin okkar að leita hamingju og það ekkert rangt við það að vilja vera hamingjusamur. En þau leita ekki lengur til kristinnar trúar. Þau láta kristna hefðir og líf og venjur og allt bara vera hluta lífið sinn og þannig lifaði sínu daglega líf og siðferði, reynaði að hafa kristilegt og svo framvegis. En þegar kemur á trúnni, þá eru þau allt önnur stað. Og það hvar höfum við, hvaða krist höfum við kennt fólkinu, hvaða krist höfum við boðað? Af hverju hefur hann ekki þetta aðdráttarafl sem við vitum, sem við trúum á hann og höfum kynnst honum, við vitum hann hefur. Ég hef sagt áður og ég segi það enn, ég trúi því að það sé vegna þess að við kynnum hann ekki rétt. Við leggjum hann ekki rétt fram. Þegar við kemur með einhvern í heimsókn, hugsaður að við kæmi með, ég tæki einhvern hérna úr hópnum okkar, ég sé að Högni sittur hann, Högni minn, ég fara með Högni í heimsókn til fjölskyldunar og ég kynna hann sem einhvern, ég veit ekki, einhvern henni svo hann alls ekki. Og þau fá strax ákveðna mynd á honum og þau segja, ok, þetta alltaf í lagi, halda málu og þekki, en ég hef ekki áhuga að kynna þessu manni og svo framvegis. Og ég búin að kynna hann einhvern veginn rangt, sjáu þið. Það hægt að kynna vini sína á rangan máta. En ef við þekkjum þá og við viljum að aðri kynnist þeim eins og við þekkjum þá verðum við að leggja okkur fram að kynna þá rétt. En þar heldum við farið á mis. Ef við tökum þessa hérna bók, þetta eitt af því sem við höfum, held ég, notað, bókin á góðu, sem held ég sé stór ástæð fyrir því að margir trú ekki lengur. Það erfitt með að trúa Biblíunni. Og bara svo að sé engin misskilningur, að það sem ég ætla að segja núna eftir, ekki vegna þess sem ég þykir ekki vænt þessa bók. Ég elska þessa bók. Ég elska það sem í henni Hún gefur mér líf, ég lesa hana mér til gleði og ánægju og uppörvunar á svo margvíslegan máta. Þannig að það hefur ekkert með það að gera. En þegar þú hittir fólk úti sem efast það, sem ekki vil lesa hana og trúir ekki lengur að Biblían sé sönn eða rétt eða hafi nokkuð með lífið að gera, hún gamaldags og úr sér gengin. Og hvað þá heldur sögurnar sem í því, að þær séu sannar og réttar. Hérna í þessari bók. Þá lendum við vandræðum ef við leggjum að jöfnu, til þess að vera kristinn þá verður að trúa allir í Biblíunni. Það svo? Biblían, og nú ætla ég að varpa fram mjög ákveðinni spurningu, Biblían grundvöllur trúarðinnar, kristinna trúar? Ekki samkvæmt Biblíunni sjálfri. Biblían ekki grundvöllurinn.
fallegu ljóðin í henni, fallegu sögurnar í henni, góðu predingar hennar, hvort sem þær eru innblásnar eða ekki, ekki grundvöllurinn fyrir trúniðinni sem kristinnar trúar. Ég ætla að lesa úr góðu bókinni. Það segir í 4. Korintubréfi: ef Kristur ekki upprisinn, þá trú þín ónýt. Það ekkert sagt, ef þú trúir ekki Nóaflóðinu, þá trú þín ónýt. Ef þú trúir ekki sköpunarsögunni, þá trú þín ónýt. Ef þú trúir ekki förin yfir Rauðahafið, þá trú... Nei, ef Kristur ekki upprisinn, trú þín ónýt. Í Hebreabréfinu 12 segir, Jesús höfundur og fullkomnari trúarinnar. Jesús það. Ekki Nói, ekki Abraham, ekki Móses, ekki Davíð konungur, ekkert af þessu. Hvorki Gamla testamentið eða Nýja testamentið. Samt leggjum við það ofta í jöfnu fram fyrir fólki og fólk á erfitt með Biblíuna vegna þess að það þekkir hann ekki og þá erfitt með hana vegna þess ennþá frekar ef það þekkir ekki Jesús. Þið með? Jesús Kristur hann grundvöllur trúar okkar. Við í kirkjunni höfum í gegnum tíðina og erum enn að oft á tíðum að reyna að laga þetta ástand að fólk skuli fjarlægast kirkjuna og missa trúna og það stækkar svo hópur sem trúir ekki. Auðvitað finnst okkur það ekki gott, að sjálfsögðu ekki. Það hins vegar ekki nóg bara að skammast yfir og hneykslast yfir og þetta guðleysi í þjóðinu og svo framvegis. Það okkar elsku vinur sem trúast fólks að boða Krist á þann hátt að fólk hlusti á hann. Það okkar. Við höfum reynt margt. Nú förum við bara úr þessum hallaris klæðnaði sem við erum í, þrönga buxur, támi og skó og nú bara verðum við flott í tauginu. Þannig þjóðin. Þetta hallarslega byggingar sem við erum í, fáum okkur flotta byggingar. Þetta hallarslega tónlist sem við erum í, fáum okkur flotta tónlist. Og takt eftir. Flottu klæðnaður góður. Flotta byggingar eru góðar. Við erum í frábæri byggingu hér. Við erum með stórkostlega tónlistamenn og það ekkert að því. En þetta allt kemur ekki í staðinn fyrir boðskapinn. Gerir það ekki. Við getum ekki keyrt á prógrami sem eru alltaf flottara og vænst þess að trú fólks í landinu fjölgi. Skoðanakönnun eftir 5 ár mun ekkert sýna það að það fjölgað trúuðu. Sumir hafa farið sér auglýsingaherferðir í fyrir sunnudagaskólan. Þið kannast við hana, það ekki langt síðan hún fór í gang. Hún var gerð í sama tilgangi, að reyna að ná til fólks, láta fólk vita eitthvað Jesú. Það ekkert fleiri sem kom í kirkjuna fyrir það. Hvernig má þetta vera? Þetta mjög einfalt. Nú ætla ég bara að spyrja þig. Ef þú ert ekki golfari, ef þú spilar ekki golf, fjölskyldan spilar ekki golf, þú er aldrei spila golf, þú er engan áhuga á golfi. Þú getur keyrt framhjá golfklúbbs Reykjavík vellinum á hverjum einasta degi. Hortar inn á og sumrið þeirra að spila og þú fer bara framhjá, þú fer aldrei inn að spila. Þú ert ekki golfari. Já, en Halldór, þegar við erum búin að bæta við völlin, setja nýtt hús og nú þetta alveg óbúslega góður matur sem þetta fá þar og þú far afslátt, 50% afslátt, þú keyrir samt framhjá. Þú fer ekki í golf, af því þú ert ekki golfari. Það alveg sem þú gerir með dótið þitt, fólki fer framhjá ef það ekki kirkjufólk. Þetta ekki kirkjurækið, sækið fólk og þeirra hugsun ekki, heyrðu, ég þarf að fara í kirkju. Sjá hvað þetta flott hús. Það eru örfáir sem að hrífast af því og láta sjá sig. Það eina sem hrífur fólk það sem að kristnin hafði í upphafi sinna veru á jarðríki fyrstu 300-318 árin og það var Jesús, kraftur hans, fagnaðarindi hans, fegurð hans,
kærleikur hans, ástans á mannkyninu og allt það góða sem hann gerði fyrir kirkjuna sína og kraftin sem hann leysti. Það stoppaði fólk í sporunum og fekk til að hugsa. Það var eitthvað sem þau vildu sjá. Og ég hef sagt það, ég sagði eitthvað tjónum daginn, ég sagði þú þarft ekki fæðingarvottun hans Jesú ef þú ert búin að kynnast Jesú sjálfum. Þú þarft ekki að lesa allt það hvernig hann fættist og allt þetta til þess að trúa því að sé til ef þú ert búin að hitta hann. Skilu hvað að fara? Ég þarf ekki, ef ég kem heim til þín, sest með þér og hitti þig, teki höndina á þér þegar COVID búið og við heilsumst og við tölum saman. Þú þarft ekki að ná í ættarsöguna þína til að sannfæra mig að þú sér til eða sér sem þú segist vera. Ég trúi að ég er búin að hitta þig. Trúin er nefnilega ekki hið ytra. Trúin er ekki dótið okkar. Trúin er reynsla mannsins hjarta af Kristi sjálfum. Og þegar það sér hann, mætir honum og veit það að hann er, þá lifnar trúin við. Þá lifnar trúin við. Allt hitt er auka. Ég verð nú að viðurkenna, allt hitt er líka miklu skemmtilegra margt sem við höfum gert. Það er ekki þetta að neita því. Það er bara margt, þú veist. Það er allt til að fylgja því. Það er bara góður lagi og ég elska það. En það breytir engum hvað við þurfum að boða. Það breytir engum hvað það er sem við þurfum að kynna. Við þurfum að koma fagnaðarindi, tært og hreint og ómenga til þjóðarinnar í krafti anda Guðs. Ekki í fíflaskap, ekki í asnaskap, ekki í óreiðu og alls ekki með lögmáls eða kröfu. Heyrðu, þú kynnast Jesú en til að kynnast Jesú verður að trúa á Nóaflóðinu. Nei. Þú verður þetta og verður hitt. Nei. Þú þarf bara að kynnast Jesú. Því Jesús er höfundurinn og fullkomnarinn að trúni. Þannig að hvernig óskopunum á fólk annað en að missa trúna smátt og smátt eða yfirgefana ef þau hefur aldrei hitt höfundinn að henni eða fullkomnarann sem er Jesús. Þið sjáu það, trúin fæðist ekki í tónlistinni nema Kristur mæti. Trúin fæðist ekki í húsinu nema Kristur mæti. Þú talar, þú rökræðir engan til trúar. Það er ekki hægt. Bara þegar Kristur kemur og mætir, þá kveikir hann trú. Því hann er höfundurinnar. Hann byrjar hana. Þess vegna vil ég hvetja þig, elsku vinur, hvar sem þú stattur eða stödd. Þú átt kannski erfitt með að trúa. Kannski trúur alveg öllu því sem ég er að segja og það er bara gott og vel og við erum sammála þá. En ef þú átt erfitt með að trúa, af einhverja ástæðu ert að ströggla, þá vil ég bara leysa þig undan því sem þú heldur að eigi að hanga á spýtunni til þess að trúa. Það er ekkert sem hangir á spýtunni. Ertu að hlusta á mig? Ekkert hangir á spýtunni. Það er engar hindranir sem búið að setja í veg fyrir. Já, ég er ekki að segja það. Þú og ég og aðrir gætum hafa sett hindranir í veg fyrir þig. En ekki Guð. Hann segir, komdu og ég skal kynna þig fyrir Jesú. Allt annað er algjört auka atriði. Algjört. En þegar þú kynnist honum, þá kveiknar lífið. Þá hættir þetta að vera utanfrá og inn. Þá hættir þetta að vera, já, ég þarf að hegða mig svona. Ef ég er kristin, ég þarf aldrei að koma í smárakirkju, ég segi að þau gera svona og ég þarf náttúrulega að gera svoleiðis líka. Nei, þú þarft ekkert að gera svoleiðis. Það snýst ekki það. Sumir dansa af gleði og fagna vegna þess að þeir eru frjálsir og þeim finnst það gaman. Og það er gott. Það er ekki þar með að þú sagt að þú þurfur að gera það. Sjáðu, það er ekki neitt formúla til. Það er bara þú og Jesús. Og þegar lífið kviknar innra með þér og þú segir, heyrðu, ég vil trúa á þennan Jesú, þá kemur hann og hann kveikir líf og líf þitt hættir að vera trúalíf utanfrá og inn, því að það er það trúalíf sem er ástæðan fyrir að fólk fer.
Það trúarlegu fyrir ástæðan fyrir fólk gefst upp af því það ekki spennandi, það ekki aðlandi og það ekki einu svona trúverðugt. En þegar það kviknar innanfrá, þá enginn sem getur mælt í móti. Þú veist að það sem gerðist innan með þér alvöru. Eitthvað allt annað heldur þú smakkað nokk tíman áður. Það fagnaðarerindi Jesú Krist. Það náðin hans að breyta hjartanu þínu. Það lífið þitt að taka umbreytingu. Þannig að ekki verður bara hamingjusamari, heldur farðu að smakka sannleikan sem setur þig frjálsan. Ég geti haldið áfram allan dag, en ég ætla að hætta núna. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir náð þín og miskunn, þökkum fyrir lífið sem við eigum í þér. Þakka fyrir að Drottinn minn að þrátt fyrir að þjóðin virðist vera svona póstkristinn eða eftirkristinn með hefðir og venjur og líf og siðfræði, en ekki trú á þá þér ekkert megn samt að koma og mæta hverjum og einum og sýna sjálfa þig. Og ég bið núna fyrir öllum þeim sem að hlusta og fyrir þjóðin okkar. Gerð þú þig sýnilegan, Jesús. Opinberaðu sjálfa þig fyrir anda þinn. Komdu með kraftinn, líf þitt og raunveruleika þinn. Raunveruleikar sem æðri því lífi sem við lifum í dag. Stærri, hærri, meiri, fallegri og setur okkur frjáls til að lifa í krafti andans innanfrá og út í lífin okkar. Komdu með þetta, Kristu minn. Mættu hverjum einstaklingi sem hlusta, hverju fjölskyldu. Ég biði í Jesú nafni fyrir anda þinn heilagan. Í Jesú nafni. Amen. Guð blessi þig, elsku vinir. Það gaman að vera saman. Og aðventan yndisleg og aðventan góð og jólin okkar, þau verða góð, þrátt fyrir COVID. Við höldum kúlun okkar bara lítillega eins og þau erum búin að ráðleggja okkur og njótu þess að vera saman í faðmi fjölskyldunar og biðjum frelsaran að mæta á sérstakan hátt á meðal okkar. Amen.
Silent